Þú ert að leiðinu út, bara hvernig lítur næstu dagur út hjá þér? Ég bara mjög spenntur á leiðinu út bara fyrsta skipti hjá mér að fara að búa einn og fyrsta skipti hjá mér að fara út sko. Maður spyrjaði hvert þú ert að fara? Það kemur í ljós næstu dagana bara næstu 2-3 dögum hvert ég er að fara en já, ég er að fara út og já. Hvernig bara finnst þú vera tilbúin að taka skrefið núna út í atvinnumennsku? Já, maður getur ekkert verið að bíða eitthvað þegar ég er tilbúin og þegar ég er ekki tilbúin, maður bara kýla á þetta og eins og ég gerði hjá KR, kom úr Njarðvík sem bara einhver 19 ára gutti og sýndi mig bara þar, í Njarðvík og kom í KR, var smá brekka fyrst, var erfitt og miklu erfiðara heldur en í lengjunni, lagði bara inn vinnuna og þetta skilaði sér. Það ekki nema 3 ár síðan að þú varst bara að leita af liði til að æfa með, nú ert að fara út í atvinnumennsku, þetta gerist hratt? Þetta gerist mjög hratt sko og þetta er bara mjög stutt á milli. Ég talaði við Gunnar þegar ég var í Njarðvík, þegar ég var á bekknum í Njarðvík. Þá var hann alltaf að segja við mig að sé mjög stutt á milli að fara eitthvað lengra og maður var bara svona stutt á milli, maður á bekknum hérna í Njarðvík, þetta er bara disaster og eitthvað en svo það er mjög stutt á milli. Ef maður leggur inn vinnuna og ef maður er í fókus allan tíman og ef þú ert með vegferð þá er þetta mjög stutt á milli. Hvernig bara líður þér sjálfur með að fara út, miklar breytingar? Já, þetta verður alveg mikið breyting að vera að búa einn og þurfa að vera elda og þrífa og gera þetta allt sjálfur af því maður er búinn að vera í einhverju álveru heima mamma og pabbi eru búin að vera bara, þeir eru búin að hjálpa mér með allt bara og vill líka bara þakka þeim fyrir bara fyrst og fremst sko. Ef þau væru ekki, þá væri maður ekkert á þessum stað sko. Það er maður örugglega búinn að missa fókusinn einhvers staðar á leiðinni sko. Það voru nokkur félög á eftir, þurftir að velja á milli? Já, það voru nokkur félög á eftir manni en svo var bara eitt félag sem kom með bara stærsta tilboð held ég bara í sögu þannig þetta bara, maður fekk eiginlega, það var ekkert eitthvað mikið hægt að velja en svo er þetta líka bara toppklúbbur sem ég er að fara í og ég hlakka ekkert eðlilega til að fara þangað og ég hefði örugglega líka valið þetta ef þetta hefði, verið einhver minni peningur sem það hefði búið KR. Þú talað um háan verð með á eitthvað metféð, kýtlar það aðeins? Það er alveg stórt sko, maður var svona, þegar maður hugsaði fyrir tímabil þá var maður bara svona, maður er að reyna að fara út og bara svona reyna að fara út. En svo þegar maður heyrir að maður sé að fara að vera dýrasti eða eitthvað í sögu þá er maður bara svona, ok, vá, maður gerði, þetta er alveg stórt. Ég er ekki ennþá búinn að átta mig alveg 100% á þessu hversu stórt þetta er. Held ég mun átta mig á þessu þegar koma fleiri fréttir og þegar maður er komin út og mun maður finna fyrir einhverju svona. En það er allavega engin pressa á mér þannig séð sko, bara rólur. Þarft þú að bæta eitthvað til þess að komast strax inn í liðið eða eitthvað þannig, hefur eitthvað slíkt verið nefnt við þig? Nei, ekki frá liðinu en ég er bara svona með mín eigin markmið hvað ég vil bæta sko. Eins og ég sagði þegar ég var í Njarðvík þá sagði ég við pabba að ég væri bestur einn á Íslandi og hann fór smá svona að hlæja og eitthvað svona en ég er bara með svo hátt sjálfstraust í mér einn á einn sko en ég þarf að bæta skotin væri ég til að vera með slútt eins og Aron Sig, ég var ekkert á móti því sko en hann er búinn að sýna mér einhverja tækni og ég þarf bara að fara með það inn í leiki og þá held ég sé bara mjög komplít leikmaður, ég er búinn að bæta varnarleikinn og búinn að bæta vöðva og allt það, þannig bara síðasta endprodukt kannski, slútt og eitthvað svona. Pabbi þinn auðvitað fyrir leikmaður, hefur hann hjálpað þér mikið? Mjög mikið. Pabbi hefur hjálpað mér mjög mikið með hvernig ég er á vellinum og bara síðan ég var lítill var að mæta á æfingar í HK og segja mér hvað ég á að standa, hvað ég að gera og svo líka bara, svona utan vallarins en að segja mér hvað ég á ekki að vera að gera og hvað er heimskulegt, hvað er ekki heimskulegt, þannig hann er að hjálpa mér mjög mikið sko fótboltalega tengt, svo líka mamma hjálpaði mér mjög mikið bara í lífinu sko, bara kom með góð ráð og bara hjálpa mér bara með elda og allt sko, bara næra mig sko. Eitt ár sem þú gekkst fyrir þess við KR, bjóstu við þessu bara þá? Ég bjóst ekki, þegar ég fór til KR þá var markmiðið mitt að komast út eftir, á þessum tíma núna, en ég var samt ekkert eitthvað svona, ég er að fara út, maður var bara svona meira að þetta er markmið og þetta mun taka tíma, ég vissi það, þegar ég talaði við umboðsmanninn minn Óla Garðars og Kjartan, þá var það, þá töluðum við um það í desember eitthvað, að ég er ekki ennþá orðinn þessi leikmaður
sem að svona mikilvægur, það mikilvægur fyrir KR. Ég var bara basically peð. Maður var bara eitt af þessum leikmönnum. Svo núna var ég komin í stærra ról hjá KR og ég var mikilvægur leikmaður og það hjálpaði mér bara að selja mig út, sko. Þetta er búið að vera lengi í pípunum. Fannst þér fyrir aukinni pressu þegar það var svona meira umtal þig inn á vellinum með KR núna? Nei, mér er svo gaman þegar ég sé fréttir og allir vita bara sem þekkja mig og inn í klefanum. Ég elska að horfa á alveg fréttir af mér sjálfum og ég fíla þetta, sko. Ég fíla þegar að vera að tala mig, skiptir engu máli og hvernig hátt, þá ég allan að vekja ykkur athygli, sko. En ég myndi ekki segja neina pressa, sko. Ég spila svo eitthvað carefree, ég bara eitthvað leika mér að sólinu á vellinum og senda og eitthvað svona. Síðasta leikurinn með KR 3-3 með Þór, þú byrjar á bekknum. Þetta var alvöru leikur, hvernig gerur hann upp? Já, þetta voru alvöru skrýtna 13 mínútur þarna. Fengum mark á okkur frá markmanni líka og eitthvað svona. Þetta var alveg svona, maður var á bekknum, maður var alveg í sjokki, sko. En já, þú veist, þetta var kannski ekki drauma endir, sko. Ég hefði viljað enda þetta með einhverjum sigri og við værum að fagna þarna Akureyri, en að koma saman frá 3-0 tapi, að vera að tapa 3-0 og ná 3-3 er alveg bara sýnir hversu gott mindset og hversu karakterin er góður í liðinu og hversu mikið við erum búin að bæta okkur frá seinasta ári. Ég held að þetta hefði gerst á seinasta ári að leikurinn hefði örugglega endað bara 7-1 eða eitthvað, við hefðum örugglega bara mist hausinn og allt það. Bara þetta lið er orðið svo sterkt, sko, hópurinn og bara, klefinn. Einhverju sem viltu sjá rautt spjald fara því, stegst eitthvað aðeins á Greco minni mig. Hvað segirðu bara við því? Já, þetta er fótbolti og þetta sumir hlutir gerast inn á vellinum og bara no comment, leyfum bara fólki að tala og ræða hvað þeir vilja á TikTok og á Twitter og það þurfa einhverjir að vera í þessu, það þurfa einhverjir að vera á Twitter og vera fyrir aftan skjáinn að skrifa einhverja hluti og vera skemmtilegir þar, sko. Talað mikið um markmið, hver bara næstu markmið úti? Bara markmiðin úti er að koma mér bara eins fljótt og ég get inn í þetta, ég veit að það verður erfitt að koma mér inn í, leikstíl, breytum leikstíl, breytum bara, hvernig ég er að fara að búa og allt það, þannig bara koma mér svona hægt og rólega inn í þetta og vonandi bara vera mikilvægur leikmaður, á næsta tímabili bara eins og ég gerði í KR, byrjaði bara hægt og rólega og vera orðinn einhver mikilvægur leikmaður fyrir það úti.